Ég heiti Sólrún Alda Valdorf og í október 2019 var ég sálfræðinemi við Háskóla Íslands og vann fyrir te og kaffi. Aðfararnótt 23. október fór ég að sofa og vaknaði ekki fyrir en 3 vikum seinna í sjúkraherbyggi í Svíþjóð eftir rosalega alvarlegan eldsvoða. Kærastinn minn leigði herbyggi í íbúð í Mávahlíðinni og þetta kvöld þá förum við að sofa frekar snemma 10-leytið og eigandi íbúðarinnar kemur seint kvöldið og fer að elda í eldhúsi með olíu, skilst mér, og það kveiknar í olíunni. Hann panikar smá og ætlar að hlaupa með olíuna út en missir síðan pottinn fyrir framan útidyrahurðina og hann nær að stökkva út en útgönguleiðin okkar er bara farin. Svo að við vöknum, sjáum eldinn, reynum að brjóta gluggann, það tekst ekki og það hefur bara liðið síðan yfir okkur og við munum ekki meira. Af því sem ég veit þá kom slökkviliðið rosalega fljótt og mér skilst jafnvel bara innan 5 mínútna og eldurinn bara var svo fljótur að breiðast og var svo heitur strax að bara skaðinn gerðist rosalega fljótt. Þegar við lendum á staðnum, ég held að það hafi tekið innan 5 mínútur að komast á staðinn og þá við fullgallaðir. Þegar við komum þá sjáum við reyk út glugga og það voru sjúkraflutningamenn á undan okkur sem voru búin að hleypa af einu slökkvitæki á einn stað og það var búið að brjóta rúðu í einu herbyggi og sjúkraflutningamæðurinn sér manneskju þar inni. Við förum hérna inn gluggann og bara eiginlega strax og ég kem inn þá er ég búinn að finna einn aðila og byrja bara leið að reyna að koma honum út en hann var þannig staðsettur að það fór alveg smá tími í að reyna að losa hann. Hann var svona fastur eiginlega undir ákveðnum, hann var undir rúmi og svo voru stólar og blómapottar yfir honum og þá er eiginlega bara þarna þegar við erum að losa þá og þá náum við loftur að lyfta honum upp, koma honum út. Við fáum slöngu inn og ég er með stútinn og Jón Reykjavík sem er með mér, hann hjálpaði mér með slönguna. Við fórum fram á gang og slökkum eldinn. Það var ekkert skyggni inn í íbúðinni, bara svartur reykur. Náum að slökkva eldinn og síðan festist slangan, þannig að Jón fer tilbaka og þá finnst seinni manneskja inn í sama herbyggi, var þá upp í rúmi og ég fer til hans og við hjálpumst við að koma henni út og hún komst beint á börur. Já, ég vaknaði eftir mánuð í spítala í Svíþjóð og man ekki neitt, það var rosalega erfitt og svona skringilegt, ég vissi ekki hvar ég var. Ég þekkti engan, það var verið að tala annað tungumál og svona hægt og rólega yfir nokkra daga þá var alltaf verið stöðugt að segja Sólrún, þú ert búin að lenda í slysi, þú ert í Svíþjóð, þú veist fjölskylda þín er hérna. Maður fann náttúrulega bara mikinn sársauka og maður sá allar snúrur og öll tækin sem maður var tengdur við og náttúrulega bara fjölskyldan náttúrulega átti kannski erfitt með að fela hversu erfitt þetta var fyrir þau. Og kannski eftir nokkra daga þá maður aðeins byrjaði að skýrast í hausnum og gat byrjað að skilja betur hvað var í gangi. Eftir 2 mánuði í Svíþjóð og margar húðígræðslur þá var bara talið að þeir væru búin að gera allt í Svíþjóð sem þeir gætu gert.
Ég fékk yfir 30% bruna á líkama. Það var segjast á lærum, báðum lærum, bringunni, handleggjum og andliti. Og síðan voru náttúrulega líka ég með sár eftir húðígræðslur. Bara það sem var tekið húð og grætt á alvarlegri svæði. Og síðan náttúrulega langverst af öllum er að ég brendi rosalega illa á lungum. Og sem gerir það bara verra, þú veist, ég á auðveldra með að fá sýkingar og verra þol og svoleiðis. Ég man fyrsta mánuðinn þá var það eiginlega bara pínu að grenja með mömmu að halda í hendina mína og ég fór ekki mikla sálfræðimeðferð þegar ég var í Svíþjóð. En þegar ég kom til Íslands þá var svona hægt og rólega að byrja að láta mig tala við prest. Og svo farið til sálfræðings og síðan hafa læknar alltaf verið svona að ýta á það að þetta er rosalega mikilvægt og þú þarft að hitta sálfræðing. Og það var rosalega erfitt. Ég var kannski pínu í svona neitun að þetta hefði mikil áhrif á mig og ég þurfti bara að vera rosalega jákvæð og horfa á jákvæðu hliðina. Og það er kannski ekki bara fyrir nýlega að ég svona áttaði mig á því að ég þurfi hjálp og þetta hefur mikið meiri áhrif á mig en ég er búin að vera að leyfa mér að sjá. Varðandi brunavarnir í þessari íbúð, þá var bara einn inngangur og það var búið að hólfa íbúðin af. Þannig að í rauninni það sem eldurinn var mestur, þar voru þau lokuð inn í íbúðinni. Það hefði þá þurft að brjóta einhverja stóra rúðu til þess að komast út. Og ég held bara að það hafi gerst allt svo rosalega hratt og fljótur bruni að það var ekki hægt. Það var ekki reykskynjari, var ekki eldvarnarteppi og það var ekki slökkutæki í íbúðinni. Já, þetta eru hluti sem hefði þurft að vera til staðar. Og mér skilst að slökkviliðið náði að slökkva eldinn sem var til staðar bara með venjulegu slökkutæki. Svo að þú veist, ef það hefði verið slökkutæki þá hefði allavega hjálpað mjög mikið. Og já, það voru engar eldvarnir. Maður sér reglulega reykskynjara upp á eldhúsbekkjum og þá er oft búið að setja þess að líma þá. Það er náttúrulega ekki hægt því að með hitanum þá bara bráðnar límið og reykskynjarinn dettur niður leið og hættir þá að væntanlega virka. Þannig að maður sér að fólk er ekki að festa reykskynjarana nægilega upp og bora það almennilega. Eldvarnir skipta máli. Ég veit að það er kannski leiðilegt að þurfa að eyða nokkrum 10.000 köllum í það. En í endanum þá gæti það að bjarga þér og þínum. Svo að það er rosalega mikilvægt að pæla hvar og hvernig þú ættir að hafa þína eldvarnir og jafnvel tala við fjölskylduna þína hvernig á að bregðast við og hvernig útgönguleiðirnar ykkar eru. Bæði þú ert að leigja eða fara að byrja að búa eitthvað, þá er það á þína ábyrgð að vera með þetta á hreinu. Og sérstaklega þú ert að fara að leigja eitthvað staðar, þá getur ekki gert ráð fyrir því að þeir sem eiga húsið séu búnir að pæla í þessu. Þetta eru mjög ódýrar lausnir, reykskynjari og slökkutæki og eldvarnarteppi. Þetta er bara verður að vera til staðar.